Magnús, ekki fjarlægnar tilfinningar. Taktu mig gegnum Mós og Geðvík sem er í gangi hérna? Þetta er bara standard, við erum mætt á öllin áður. Nei, þetta var bara ógeðslega skemmtilegt kvöld. Frábær mæting og geggjaður andi í stúkunni sem hjálpaði klárlega sinni alveg. Byrjum með leikinn ekki vel, vorum ekki með fyrstu 20 mínúturnar, ekki nálægt mönnum, ekki að sækja, ekki að spila og vorum bara ekki með. Káringar byrjuðu mjög sterkt, mjög gott lið og gengur lagið og mér finnst það kannski mestar húsið til stákana að hafa einmitt svona snúið þessu, að hafa 2 tíma. Af því að staðan 2-0 20 mínútur, þá hefði örugglega eitthvað lið gefist upp en það var ekki til dæminu okkur og bara mikil trú á verkefnið og við náum að knúsa. Sko 210 mínútur. Stokki koma að sinna það. En þú veist, 20 mínútur voru bara, fyrst 20 mínútur fannst mér ekki verið með, skilur. Það var svona léleg kafli okkur leiknum, svo byrjaði þetta að vaxa og við náum mikið 2-1 fyrir hálfleik og svo seinni hálfleikurinn allt annað, fáum hérna flott mörk og fleiri færi, þannig að ógeðslega gaman og ég segi, mikið hrósa á strákana, gríðarlegur kraftur í seinni hálfleiknum og svo ekki síður hrósa fólki í stúkunni og það við séum fólk hérna að sitja upp á ljósastörum, upp á gámum, upp á húsum, upp á auglýsingaskiltum til að komast fyrir. Það var tróðfull stúka og gott betur það, þannig að nú þurfum við bara að fá almennilega áhorfendaaðstöðu hérna. Þessi áhorfendaaðstöð er löngu sprungin. Þetta er enni leikurinn í sumar sem áhorfendur tróðfulla stúkuna og gott betur það og það er geggjað. Við þurfum að hafa því að halda áfram. Við erum allar með 1180 manns, Frábært, ég vissi það ekki, en það er geðvægt, ég bjóst við því að þetta myndi falla í dag. Frábær uppbytun í Hlégarði sem Steindi var með og Dóri var með nýja lagið og sem er að koma hrikalega vel út. Það lítur að fyrir spilu, það er gott. Já, og nýji matfugs. Ísfuglinn. Já, hann var geggjaður á hliðlínunni, já, þannig að það er bara stemming og það er sem við viljum standa fyrir undanfarna ára að sé gaman að koma á völlinn hérna og ég held að það hefði engi verið svikinn að mæta inn í kvöld. Þetta hefur verið bæði skemmtilegur fótboltaleikur og mikið stemming. En ég meina, bara hvernig þú leggur upp leikinn? Áttirðu von að þú þyrftir að skora 3-5 mörk til þess að vinna leik með hvernig KR að fara af stað á mótinu? Já, ég held að það hefur svona legið uppi að það er erfitt að koma með fyrir að þeir myndu skora eitthvað mörk í þessu leik. Við erum búin mjög þétt hérna heima, ekki að marka á okkur en þeir eru frábærir sónarlega og skora mikið. En á samanskapi þá eru opnarnir sem við náum að nýta okkur á móti þannig að þetta svona, ég get alltaf búist við því að já, þetta er svona svolítið markaleikur. Já, Stokki 2, bara fyrstu mörkinas, lítur að gleðja. Já, bara mjög gott og við vissum að þetta byggi í honum og mætti hann vel á 2 fyrirgjafir og við höfum verið að koma í fína stöður í byrjun móts, þannig að gott að hann kom og rak svona endan hnútinn á þetta núna og frábær karli líka, fallið vel inn í hópinn, geggjaður gæi, þannig að það er svona bara gríðarlega ánægður með að fengi hann og svona típan sem vorum að leita. Ég meina, það hefur alltaf verið erfitt að sækja meðmæli, hann hefur bæði spilað með bróðinum og örugglega skorað mörk á næðingu. Já, hann hefur örugglega gert það, jú, ég er svo rættið hann og fleiri áður en við hérna söndum við hann, en bara jú, frábær og vonandi heldur það svo. En bara byrjunin á mótinu, hún hlýtur að vera bara, þú veist, kannski á pari, jafnvel betur en þú búst við tjóðst? Já, jú, þetta er bara búið að vera fínt og ég segi, þegar við erum onnit og allir eru að gera þetta hlutina, þá getum við spilað eins og kvöldum á því góð úrslit. En þegar við gefum smá eftir, þá er stutt í tapleikina, þannig að við þurfum að vera einbeittir og við viljum meira, við viljum halda áfram og leggja það meira á okkur, það er klart. Það er svona, mér langar aðeins að koma inn á Hrannar Snæ, hann skora vinnurinn í dag, hann er búinn að fara fáránlega vel af stað í þessu móti, þú tekur hann úr falliði Selfoss fyrir rauninni 2 ára síðan, hvernig bara, þú veist, hans framistað? Bara frábær og hann líður vel hérna, ég held að hann hafi tekið gífurlegum framförum síðan komingu líka, ég held að við sáum ýmislegt í honum en eins og segir, það var kannski, hann spila aðra stöðu á Selfossi, spila í bakverði og við sáum svona hluti í honum sem að töldum að getum nýtt okkur og hann hefur tekið miklu framförum hérna, líður vel hérna og bara frábært að hafa hann í okkar hópi, þannig að bara spila mjög vel í sumar og geggja að sjá að mæta hana á fyrstökjuna og sko sjá ekki. Já, það var eitthvað til í þessum sögursögnum með Val í veturinn? Nei, ekki þannig, nei. Það var ekki tilbúið sem kom með neitt slíkt, þannig að það voru bara einhverjar sögursögnir í fjölmiðlum og ég held að hann líður mjög vel hérna og ég sé ekki að hann ætla að fara eitthvað annað en ég spila stórt hlutverk hérna og ganga vel, þannig að ég held að hann sé bara mjög sáttur hérna og verði hérna. Það hefur líka alltaf verið gott fyrir liðið að vera með Ólafsvíkinga liðinu sínu. Já, ég meina, hann er frá Ólafsfirði, en svo er Bjartmann frá Ólafsvík, ég segi að við erum bæði Ólafsfirðing og Ólafsvíkinga og svo er Ísfirðing sem kom inn, þannig að landsbyggðin líka, sjálfsögðu, landsbyggðar svona þema líka í þessu hjá okkur sem er geggjað, allt er geggjað hér. Takk vel.